Ja, Bragi, nú ekki fyrsta æfingarna hérna með landsliðinu, þú ert búinn að vera hérna eftir liðinu núna. Hvernig tilfinningin að vera með þessum hóp? Þetta bara geggjað sko, góður hópur, skemmtilegir gæjar og bara gaman að vera með bestu æfingum sko. Fáum núna að fara saman til Finnlands í æfingarleik á móti sterku finnsku liði og svo eru stærstu þjóðir bara heims körfuboltans í raun og veru. Mætið Serbíu út í Serbíu og svo Tyrkinu sem risa körfuboltaþjóð hérna heima til 30. Já, þetta verður gaman. Gaman að fá svona alvöru lið eins og Serbíu og Finnland og Tyrkland og fá að sjá þess að gæja að spila eins og Jokic og marga aðra sko. Það var náttúrulega bara verið að horfa á Nikola Jokic bara í sjónvarpinu á League Pass eða í einhverjum highlightum á YouTube. Það verður ekki svolítið surrealist að mæta honum? Jú, hann er mjög góður í körfu og þetta verður gaman og bara spennandi og vonandi náum við að taka eitt sigur. Íslenska liðið sýnt á síðustu árum að það er ekkert lið og stórt til þess að tapa fyrir Íslandi. Er það ekki svona nokkurn veginn skilningin í hópnum bara? Jú, þetta er bara körfubolti og getur allt gerst sko. Við höfum séð allt gerast. Þetta er mjög sterkir og þetta verður erfitt. Það verður ekki mikið af opportunities til að skora en þegar við fáum það þá verðum við að nýta þau og bara spila vörn og þá er þetta bara körfubolti og það getur allt gerst. Bróðinn Jón Axel verður lykilmaður í íslenska landsliðinu síðasta tæpa áratug. Hvað hjálp veitir hann svona nýjum leikmanni inn í liði? Bara gera þetta léttara og þetta er bara það sem við gerum á hverjum degi. Við spilum bara körfu og bara hafa gaman og fínt að hafa einhvern bróður hérna til að kanta á sko, og læra af honum. Hann er mjög góður eins og þú segir og langar að vera eins og hann. Kærar þakkir Bragi og gangi ykkur vel. Takk.